Það 5. dagskrárliður, verklagsreglu vegna stöðulega gáma. Ingibjörg Ólöf, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Skipulagsnefnd samþykkti 27. ágúst 2015 að gerðar yrðu verklagsreglur leyfisveitingar fyrir gáma. Nýjar verklagsreglur voru lagðar fyrir bæjarstjórn hérna 29. mars síðastliðinn, en við vísum málinu aftur til skipulagsráðs. Tekið hefur verið tillit til ábendinga bæjarstjórnar og eru að endurskoða verklagsreglur hér lagðar fram. Við langar svona aðeins með leyfi forseta að lesa aðeins frá reglunum og breytingunum sem hafa verið gerðar. En í eldri reglunum kemur fram í 2. grein: sækja skal stöðuleyfi fyrir gám sem ætlað er að standi lengur en 2 mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu gáma. Eigandi eða ábyrgðarmaður gáms skal tilkynna ef gám er ætlað að standa skemur en 2 mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu gáma. Í breyttri tillögu kemur hér fram: utan þeirra svæða sem merkt eru gámastæði á deiluskipulagi gildir eftirfarandi. Sækja skal stöðuleyfi fyrir gám sem er ætlað að standa lengur en 2 mánuði. Eigandi, ábyrgðarmaður gáms sem ætlað er að standa skemur en 2 mánuði skal tilkynna það til byggingafulltrúa. Í 3. grein í eldri lögunum stendur eftirfarandi: stöðuleyfi má mest veita til 1 árs í senn, sé gám ætlað að standa lengur en 1 ár, skal sækja endurnýja stöðuleyfi. Stöðuleyfi skal ekki endurnýja oftar en 2 sinnum. Einu gildir hvort er að ræða sama gáminn eða annan sem settur í hans stað. Að loknum tíma stöðuleyfi skal gámurinn fjarlægður. Hér er örlítil orðabreyting í 9. tillögunni. Þar kemur fram: stöðuleyfi má mest veita til 1 árs í senn. Að þeim tíma liðnu skal sækja endurnýjað stöðuleyfi. Stöðuleyfi skal ekki endurnýja oftar en 2 sinnum. Einu gildir hvort er að ræða sama gáminn eða annan sem settur í hans stað. Að loknum tíma stöðuleyfi skal gámurinn fjarlægður. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að verklagsreglunar þannig breyttar verði samþykktar hér í dag. Takk fyrir. Ingibjörg Ólöf, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég gerði athugasemd við þessar verklagsreglur á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar þetta kom fyrir, og athugasemdin snerist aðallega það að menn skyldu tilkynna alla gáma sem væru settir niður, hvort sem væru til lengri eða skemmri tíma. Nú, þetta hefur aðeins verið breytt orðalagi en innihaldið er raunum það sama. Þú ert ennþá að tilkynna alla gáma. Ég velti fyrir mér svona af hverju við erum að þessu. Hvað er það sem við erum að sporna við? Er þetta út á umhverfissjónarmiðum? Eða er þetta vegna við erum að fá byggingargjöld af þessum gámum með þessu geymsluhúsnæði? Viljum við hvetja verktaka og aðra sem eiga þessu gáma frekar til að byggja? Allt í fína. Því að gámar eru nefnilega orðið viðurkennt tæki innan heimsins, eða hvað maður ekki sagt, sem eitt af áhöldunum. Þú geymir hérna fullt af verkfærum og tækjum sem er notað til flutnings með færi á milli, stundum standa þær í 6 til 8 mánuði, svo eru þeir færðar á byggingarstað og svo fara þær aftur á sama staðinn. Þetta eru gámar. Nú, hann að tilkynna kannski sem færi þetta. Gámar eru líka notaðar oft undir geymslu á smærri vörum, á smærri vélum og tækjum, sem fara að vera á því að vera úti, fjarlægja gáminn og menn setja vélar og tæki á planið. Það er allt í lagi, þú mátt bara ekki hafa gáminn hérna. Ef þetta er umhverfissjónarmið, þá þurfum við sannlega að horfa á þetta út frá umhverfissjónarmiði. Er það gámurinn eða er það umgengnin í kringu lóðina sem er vandamáli? Er það bílhræin sem eru vandamáli? Hvað má bílhræ standa á lóð lengi? Hvað má bílhræ standa á lóð lengi innan bæjarmarkana? Sem er nú númerislaust. Þetta er út allan bæ. En þá ætlum við að fara í gámana. Mér finnst það vont mál að ég held að við séum að bara búa til svona hálfgerð stríð. Ég veit að bara mikið að innanmönnum hver einasti þeirra eiga allir gám sem eru að geyma einhverja hluti í, af því það er
ódýrari kostur. Við það þvinga á til að byggja stærra og annað, þá erum við náttúrulega að búa til dýrari starfsemi. Það fer út í verðlag. Nú, ef við ætlum að fara að rukka á gámum sem eru inn á athafnasvæði viðkomandi fyrirtækis, fyrirtæki borgar fasteignagjöld og borgar lóðarleigu. En ef við ætlum að geyma gáma lóðarleigunni, þá skal hann borga ákveðið gámagjald. Er það tvísköttun? Er þetta ekki athafnasvæði þess? Eða þeirra sem eru fara með þetta svæði? Er þetta athafnasvæði Mjólkursannans? Er þetta athafnasvæði Slippsins? Eða þá hvað allir slippur sem marga gáma sem þeir geyma alls konar hluti? Þetta er svona viðurkennd geymslu aðferð sem menn að nota. Okkur gæti þótt það slæmt að við skulum geyma þetta á þennan hátt. En ég er svo sem alveg sammála því að við megum taka vel til í bænum okkar. Og við eigum að fara að skikka fyrirtæki og það sem er kringum þessi iðnaðarbil og iðnaðarsvæðin að þrífa betur upp og taka betur til hana. Sumir að leysta með að setja girðingar í kring. Ekki fara í gáma, það má. Það er samt drasli innan girðingarinnar. Sést bara ekki. Má viðkomandi aðili kaupa sér kerru, stóra kerru, hafa hana á svæðinu. Þarf hann að fá sérsta stöðlegu fyrir stórri kerru á svæðinu. Leys, þetta er ekki gámur, þetta er kerra. Ég held að þetta sé svona mál sem við munum seint vinna. Þetta býr til mjög mikið leiðindi og ég ætla bara að leyfa mér að segja það hér að þegar við erum að vinna með skipulagsdeild þá er ekkert sem heitir grátt svona svæði þar. Það er eins og bókstafurinn segir. Þeir eru með bókstafinn og hann stendur. Ætla skipulagsdeild að fara að vera með sérstaklega vöktun og sérstaklega menn hérna að labbandum og fylgjast með hvort gámurinn sé farin eða ekki. Ég er ekki vafað að gera það, sko. Hvað kostar það? Nú er til í svona víðast þar heldur þetta tækni og ef við týnum símanum okkar þá getum við trakkað hann uppi. Bara leita af hann með öðru síma. Ættum við frekar að setja í það að allir gámar sem eru notar hérna á bænum, notar til flutning, þeir séu bara með eitthvað svona flögu í og það kemur bara upp á skjá eitthvað staðar hérna upp, við getum bara fylgst með því svoleiðis. Við getum hugsað að setja þannig reglu á ef það er það sem við viljum ekki hafa. Þetta er mjög auðleysanlegt. Þetta er merki sett í fisk og þeir synda hérna bara suður með all höf. Það fylgst með því. Það er svolítið að setja þetta í alla gáma. Ég hef ekki trú á því að gáma frá einskip eða samskipum valdi þessa mikla skaðsemi á umhverfi bæjarins, því þar borga öll fyrirtæki gáma leigu. Ef þú er búin að vera með lengur en hálfa mánuð, þá fer að tikkin gámalega. Og ég þekki ekkert fyrirtæki sem er til í að kyngja því. Þeir flýta sér. Það er ákveðin svona statistík. Ég get ekki samþykkt þetta. Mér finnst þetta, við erum að stökkva á eitthvað svona eitt atriði. Ég mun setja hjá í þessu atkvæðagreiðslu, ætla hann að greiða á mótinni því að mér finnst þetta, mér finnst vera að búa til vandamál eða búa til einhverja aðgerðir sem ég held að við komum aldrei til með að vinna. Ég sammála því við að hugsanlega og eigum að taka til í bænum, við eigum að gera rassi í þessu. Það er fullt af gámum sem eru fyrir utan lóðamörk. Það er bara má ekki. Það er ekkert mál að gera rassi á því, hafa það innan þinna lóðamarka. Mér finnst alltaf að fólk fái stöðlegi fyrir gáminu sínu og borgi eitthvað leyfi fyrir það. Ég er alveg sáttur við það. Og sumir en eftir 2 ár þá máttu það bara ekki lengur. Það er tíminn sem þú þarf að vera búin að byggja á svæðinu, hugsanlega á svæði sem hefur ekki meiri byggingareit. Ég geri tillögu að einni breytingu í grein 2 og við lesa hann hérna upp til bæjarstjórnar. Ég mun setja hjá samt í atkvæðagreiðslu sjálfur, en ég vona að bæjarstjórn taki þessa grein taki þetta til greina. Gámar sem eru hugsaði til vöruflutnings tengd viðkomandi fyrirtækis eða stofnun þarf ekki að tilkynna sérstaklega til byggingafulltrúa svo framarlega sem það standi skemur en 2 mánuði. Flestir gámar, held ég bara 90% tilfella sem eru farið hérna í bæinn, eru nákvæmlega til vöruflutninga. Það eru fyrirtæki, byggingafyrirtækin í bænum, það eru menn að taka vörurinn í búið, það er standa skemur.
Við erum bara búið til vesen með að láta tilkynna það. Og hver tekur við því? Byggingafulltrúi, er það eitthvað á símanum eða eitthvað sérstakur aðili? Mér finnst það óskynsamlegt að láta alla þessa aðila og standa þessum skildum að þeir þurfa að hringja inn og tilkynna þennan gám. Ég er að fá vörur á morgun að sunnan, það stendur hérna í 3 daga. Við erum að samþykkja að hann eigi að tilkynna það. Þetta er alþjóðleg flutningaleið, eða flutningstæki. Þetta er notað allan heim gámar til að flytja vörur. En ef hann fær eitthvað tengivagn, þá þarf hann ekki að tilkynna það. Ég get ekki samþykkt það að fyrirtæki sem eru og stofnanir sem eru að notfæra sér þetta sem flutningsleiðir á vörum, þurfi að tilkynna þetta Akureyrarbær hvers skipti sem þeir fá gám að standi þarna. En ég get hringt í að ef hann standi þetta lengur en 2 mánuði, þá er hugsanlega tilgangurinn hans einhver annar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það liggur fyrir tillaga breytingatillaga. Hérna eigum við að ganga til atkvæðagreiðslu fyrst. Já, eigum við að ræða breytingatillöguna. Einhver sem vill sjá sig það? Ég er ekki með hann í pósti. Gáma sem eru hugsaði til, þetta er breytingatillaga á annarri grein. Gáma sem hugsaðir eru til vöruflutninga, tengt viðkomandi fyrirtæki eða stofnun, þarf ekki að tilkynna það sérstaklega til byggingafulltrúa svo framarlega hann standi ekki lengur en 2 mánuði. Þetta er tillaga sem er lögð fram undir aðra grein. Já, þetta er eiginlega breytingatillaga á annarri grein að hluta til. Viðbót. Þetta er viðbót við það sem er fyrir. Bætist við aðra grein. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég get í rauninni tekið undir sumt af því sem að bæjarfulltrúi Preben kemur inn á. Og þannig að ég mun samþykkja þessa breytingatillögu hjá honum. En mér langar jafnframt að spyrja bæjarfulltrúi Preben hvort það væri eitthvað annað sem væri hægt að breyta í reglunum þannig að við gætum öll verið sammála. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get alveg tekið undir ýmislegt sem að bæjarfulltrúi Preben kom inn á hérna áðan og eins tekið undir tillögu Evu Hrundar bæjarfulltrúa hvort við getum fundið einhverju lausn á þessu. Þannig að allir geti verið sáttir við niðurstöðuna. En það sem ég velti fyrir mér að nú er faganefnd búin að fjalla þetta 2 sinnum. Þeir horfðu og fylgdust með athugasemdum okkar hérna í bæjarstjórn og ákváðu að hafa þetta með þessum hætti. En eins og ég skil þetta þá er það þannig að ef að gám er alltaf að standa lengur en 2 mánuði þá þurfa að sækja leyfi. En hins vegar ef það skemur en 2 mánuði þá þurfa einungis að tilkynna. Þú þarft ekki að fá leyfi fyrir því heldur bara að tilkynna bæjaryfirvöldum með tölvupósti eða einhverju því líku. Þannig ég velti fyrir mig ástæðuna fyrir því að skipulagsráð er að hafa þetta inni. Ákveður að breyta þess ekki. Nú hef ég því miður ekki svör við því en ég velti því aðeins hérna upp að hlýtur að vera einhver ástæð sem liggur á baki þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur beðið orðið.
Já, ef að þú veldir hvort það er meira sem við getum breytt í þessu til þess að allir geti samþykkt það. Ég bara ekki tilbúin til þess að leggja gáma sem vandamál á Akureyri og þurfum að hafa sérstakar reglur um það. Ég þarf skoðan að gámar eru bara orðið tæki og tól sem iðnaðarmenn þurfa orðið á að halda. Hvaða lausnir hafa þeir aðrar? Erum við að segja að þeir eiga að byggja á svæðinu? Ég er ekki sammála því. Þetta er oft bara ágætislausn sem er verið að nota. Veistu ekki það því að við skulum borga hugsanlega gjald fyrir það. Það er gjaldskrá sem er til inn á vef Akureyrarbæjar gáma. Það er reynda tvísköttun að mínu mati, en ég er tilbúin að kyngja því þetta er líka, við erum ekki að borga fasteignagjöld af því, en ef gámun er sannarlega ætlað til að vera eitthvað tíma, þá borgum við gjald af því. En þeir eru ekki heimilt að hafa lengur nema 2 ár, nema sé sérstaklega búið deiluskipuleggja svæðið sem gáma geymslusvæði. Ég held að hver einasta iðnaðarfyrirtæki hérna á Akureyri sé búin að eiga gáma í 10 ára. Eða þeir að fara sérstaklega deiluskipuleggja vinnusvæðið sitt sem gáma geymslusvæði. En ekki undir önnur tæki. Þetta er bara hlutur og partur af þeirra vinnutækjum. Hvernig gáma erum við að tala um gáma sem þeir nota sem er færður á milli staða, á milli byggingaverka, þegar færður á milli byggingastaða, svo hann er geymdur á svæðinu, þegar hann ekki verið að nota hann. Þetta veldur miklum ágreiningi. Og þetta mun valda okkur vandamálum. En við getum sett reglulega að þú ætlar að hafa gám tengda fyrirtækinu, þá mun það kosta eitthvað ákveðið. Þá kostar það bara þetta og þú mátt vera leyfi fyrir 3 gámum. En hann þurfur að deiluskipuleggja svæðið sitt, hugsanlega með ákveðin tilkostnaði og lóðin leyfir það jafnvel ekki þessi deiluskipula sem gámasvæði. Þetta er færanlegt tæki. Ég bara, ef þetta er umhverfissjónarmið, þá vil ég taka upp á víðara grundvelli. Þá vil ég bara við eigum að fara umhverf og við eigum að taka til í kringum okkur. Það er gámandi sem eru. Ég sé fullt af gámum sem falla bara vel inn í umhverfið. Og menn er að nota það tímabundið. Takk. Bæjarfulltrúi Jón hefur lokið máli sínu. Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi beðið málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er í annað skipt sem við tökum þetta ágæta plagg hér inn í bæjarstjórn og við ræddum þetta hérna á síðasta fundi og þetta fer svo aftur til fagnefndar og mér finnst það sérst þetta að menn skulle þá ekki reyna að hafa reynd að koma. Bæði það að mér skilst að fagnefndin hafi nú hort á hana fund og þess líka finnst mér líka sérst að menn skulle hafa reynd að koma þessum ábendingum, þeir sem höfðu ábendingar til skila en hins vegar get ég alveg fallist á þetta sem að Preben bæjarfulltrúi er að tala að þessar svona stöðulegu gámum sem eru tengt, ég veit ekki mann ekki hvernig nákvæmlega orða það, en hins vegar vil ég benda á það að sko, þetta eru 3 ár Preben, ekki 2 ár vegna þess að þetta er stöðleyfi og stöðleyfi samkvæmt reglunum má síðan endurnýja 2 að hámarki. Þannig að hann væntanlega þá fær stöðleyfi og síðan endurnýja 2 þannig að þetta eru 3 ár sem að gámum fara að standa, þannig að aðeins meira heldur en 2 ár en ég gerir mig ekki alveg grein fyrir hver tilgangur og þetta er eitt af þessum kannski vandamáli sem við eigum að glíma í bæjarstjórna, við erum ekki með skipulags nefndarmann eða ráðsmann hér inni hjá okkur. Það er eitthvað sem ég held að við ættum alvarlega að hugsa, þau framboð sem verða hér fyrir næstu kosningar, ættum alvarlega að hugsa það að þetta er stór málaflokkur og það hafa komið hér inn ekki bara einu sinni, þetta er oftar mál sem að hafa svona stoltið snúist fyrir okkur og þá vantar okkur skýringar skipulagsráðs í þeim málum. Þannig að það er mjög brýnt í framtíð að við séum með í skipulagsráði bæjarfulltrúa sem að geti þá útskýrt málið fyrir okkur inn í bæjarstjórnarsal. Það er rosalega vont vegna þess að þetta eru reglur sem þeir eru væntanlega búin að liggja yfir og er að koma inn í annað skipti og svo ætlum við að fara að hræra eitthvað í þessu. Erum kannski ekki alveg með heildarmyndin og vitum ekki alveg hvað þetta þýðir. Við erum að tala um stöðuleyfi til 3 ára. Er eðlilegt að sami gámur fá að standa lengur? Það hlýtur að vera tekin umræði það í skipulagsráði, ég bara veit það ekki. Og þá er spurning hvort að þá þurfa að sækja það bara hreinlega að þetta sé þá orðið byggingar, þetta sé bara orðið först bygging þegar þetta er gámur sem er búin að standa lengur en 3 ár.
Ég er bara sko, ég er að velta þessu fyrir mér sko hvort að það sé eitthvað það sem þeir eru að hugsa en þetta er eitt sem við bara getum ekki svara hérna. Þannig að ég veit ekki hvernig við leysum þetta en ég myndi alveg styðjast þetta breytingartillögu hans Prebens en mér er samt pínu illa við að vera að breyta reglum sem að hafa komið frá fagnefnd þegar búið að taka hana tvisvar til umfjöllun. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur hjá lokamáli sínu, bæjarfulltrúi Sóli Björk tekur næst til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég er nú ekki komað til að skýra málinu því miður sko, en ég fór að velta fyrir mér þar að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur var að tala að sko það er ekkert mikill munur á í raun og veru gámi og fasteign og víða eru gámar notaðir sem hús og þeir eru klæddir og alls konar hátt, ég meina það er í umræðinu fólk er að byggja hótel úr gámum, þannig að í mínum huga er þetta ekkert svo voðalega flókið, þetta er bygging og hún er tímabundin, þú getur fengið leyfi fyrir henni tímabundið, ef að þú ætlar að hafa bygginguna þarna lengur en 3 ár, þá verður bara að gera svo vel að kalla hana byggingu. Og að líka, ég veit ekki einhverju hestakerru eða guma þetta bílum eða hverju, þú veist, ég sé ekki alveg tenginguna þar. Gámur er í raun og veru bygging og eins og bæjarfulltrúi Preben benti á, notuð til að geyma jafnvel hluti inn í. Hvað varðar það þegar gámar eru notaðir fyrir vöruflutninga og gámurinn er að fara og kemur nýr gámur og hann fer síðan og svo kemur nýr gámur með nýjum vörum, ég menn það er tekið á því hérna í annarri greininni að í 3. greininni að einu gildi hvort er að ræða sama gáminn eða annars settur í hans stað. Þannig að þú ert með gám þarna, myndi ég halda meira eða minna á sama stað. Ég meina þetta er staðurinn þar sem að þú setur gáminn, þar sem að þú fær vörurnar í þér í búðinaðina eða hvað þú ert, þá náttúrulega bara þá sækir hún leyfi og hann er síðan farinn og það kemur nýr. Ég meina það er tekið þessu, ég fatt ekki alveg vandamáli, ég átta mig bara ekki alveg á því nema það að það sé eitthvað vesen og auðvitað meira vesen að það megi bara hafa gámað í 3 ár en ekki guma á þetta hvað mörg ár eins og við tíðkast og auðvitað bara veldur það veseni fyrir fullt af fólki þegar við erum að þrengja að, en ég meina það er bara eðlilegt og það er það sem við viljum gera, en ég held að sé sko í mínum huga þá er þetta spurningum að gámur er í raun og veru lítið hús og hvernig förum við með og ég meina, og við erum að láta fólk sækja byggingarleyfi fyrir litlum skúrum út í görðum. Ég meina, mér finnst þetta er mjög eðlilegt og mjög eðlilega reglur allt saman og ég sé ekki alveg vandamáli, en það er kannski að því að þetta er kannski bara pínu óskýr umræða. Takk. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hjá lokamáli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú ítreka það að það stendur nú skýrt í þessum reglum sem hér eru lagðar fram að hér er ekki verið að tala gáma sem ætlar til annarra nota svo sem íbúðar eða atvinnustarfsemi sem skal sækja byggingarleyfi fyrir. Þannig að við erum fyrst og fremst að tala hérna gáma sem eru notaðir sem geymsla eða einhvers konar aðstaða fyrir dót. Hlýtur að vera. En það er náttúrulega mjög bagalegt að vera að taka hérna fyrir reglur sem ég held að sé alveg nauðsynlegt að hafa í sjálfu sér svo að hér sé bara skýrt hvernig við vilja hafa þetta. Það er mjög bagalegt að vera að taka fyrir reglur sem við erum ekki með á hreinu hvernig virka og hvernig gilda og hvaða áhrif þessar reglur hafa yfir höfuð á svona ýmsa starfsemi hérna í bænum. Ég held að sé alveg bara staðreynd að það vill enginn að það sé plantað gám bara einhvers staðar og hann sé bara þar í óþökk annarra sem að þykir þetta nú yfirleitt ekkert fallegir hlutir. En þannig að ég velti því fyrir mig þegar að vera að setja hér inn að þú getur haft gám til 3 ára ef þú sækir það á hverju ári. Allir hafi þá verið kannað hvort að það sé þá almennt þannig að fyrirtæki sem í byggingastarfsemi eða einhverju slíku séu almennt ekki að planta niður gámi lengur á hverjum stað. Liggur það fyrir? Ég hef ekki hugmyndu það. Og mér finnst kannski vanta hérna upp á það að við séum eða algjörlega á tæru hvað
áhrif þetta hefur almennt að atvinnustarfsemi í bænum. Þannig að mér finnst nú eðlilegt, þó það sé frekar leiðinlegt, að vísa þessu máli aftur til skipulagsráðs, taka það aftur fyrir, frekar en að vera að samþykkja hérna einhverjar reglur sem við erum bara alls ekki með á hreinu hvernig virka eða hvaða áhrif þær hafa. Ég held að sé bara mjög slæmt. Ég held að sé miklu betra ef við fáum þetta bara hreint. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er að lokja máli sínu. Ég ætla að taka örstutt hlé á fundi. Við tökum hlé. Þá liggur fyrir tillaga frá bæjarfulltrúi Gunnari Gíslasyni að vísa þessu aftur tilbaka til skipulagsráðs. Orðið er laust. Það sem enginn hefur hvassi hljós, þá ætlum ég að greiða atkvæði þá tillögu og þá göngum til atkvæðis þess að geta samþykkt þess að gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.